Já, góður áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu. Það miðvikudagur. Mitt sumar þá fórum við í gang með þá tilraun að hafa svona það sem maður kallar mætti open mic á miðvikudögum. Það bara, þið getið hringt inn og komið og verið með. Þið komið bara inn á Zoom-link sem að þið getið fundið inn á síðu samstöðunar á Facebook. Það svo mörg númer í þessu að það gagnast ekki þótt ég sé að þylja upp númerið, en þið getið farið þar inn. Það samstöðun á Facebook. Þá getið bara komið í og tekið þátt í umræðinni. Það eiginlega hvað sem undir. Ég megi ræða Samherja eins og margir hafa verið að gera í dag eða sóttvarnir. Getið rætt Icelandair sem eru í svona langtíma björgunar leiðangri eða ríkisstjórnina, verkalýðsbaráttu eða hvað sem En getur ekki hlusta mikið meira á mig því það eru komnir tveir gestir og svo sem kom inn fyrstur Viðar Eggertsson. Blessaður Viðar. Sæll og blessaður. Hvað vilt þú leggja til? Ég séð að ég fylgist með þér á Facebook og ég sé að þú hefur verið að skrifa svolítið svona, hvað hefur kallað, sóttvarnir? Ég hef verið að skrifa svona bara eitt og annað, annars ég nú aðalega að setja skemmtilega myndir. Innlegg mitt í umræðuna Samherjamálið og meintu skjöl sem ekki voru til en sem þeir segja Samherjamennina hafi ekki verið til en segja samt að hafi verið átt við sem mjög setjalegt. Þannig að eina sem ég setti inn í þá umræðu að þá spurði ég nú bara þeirra spurninga í dag hvort að Kristján Þór hafi ekki örugglega hringt í Helga Seljan og spurt hvernig honum líði. Ég fannst það nokkuð hæfi að halda stílnum. Það segir eitt við þar að ég bý rétt í Þjóðleikhúsinu og svo tökum við þetta upp í Borgartúni þannig að ég labba á leiðinni og það svona eftir í hvað ég búin að undirbúa mikið hvaða leið ég labba. Ég bara on top of it, þá labba ég Laugaveginn og hitti svona fólk á leiðinni og ef ég ekki alveg öruggur þá labba ég Hverfisgötuna en ef ég mjög svona óöruggur því að ég var kannski hræddur að ég þyrfti bara að sitja einn og þú myndi ekki koma eins og neitt þá labba ég Lindagötuna og þar hitti mér aldrei neitt. Nema núna hitti ég einn og hver heldur að það verið? Já, var það ekki bara Þorsteinn Már Baldur? Ding dong, það var þannig. Hvað segir þið? Ding dong, hann var eitthvað í svona svipuðu ástand og ég að labba Lindagötuna þegar maður sést aldrei Lindagötuna, sko. Það ekki að labba. Það svona felugata. Það skemmt verið að leita skjalinu. Það skemmt verið að leita skýrslunni, Gunnar. Hallfríður mætt líka, en ég verðum ekki búin að komast að því að Viðar, þú ætlar að leggja eitthvað til umræðunar. Ég svo sem ég hef svolítið verið upptekinn af því í síðustu misserin af málefnum eldra fólks eða þeirra sem á eftirlaunum. Þetta svona eiginlega borgaraleg skylda hvers og eins að huga svolítið að sínum málum, hvað verður þá þegar að aldur færist yfir, að því að þegar fólk fer að ljúka störfum, þeir stundum kalla líka þriðja æviskeiðið. Ef við skiptum, ef ég stýri það kannski betur út að þá skiptum við ævinni í 3 svona megin áfanga og það þá fyrsta æviskeiði sem þegar þú ert að læra svona leikreglur lífsins, þetta gengur í skóla og svona fyrir að safna þér þekkingu og smátt verður þér út einhverja menntun sem að þú síðan nýtir þér á öðru æviskeiðinu. Það að segja að það æviskeiðið sem varir lengst og fólki þar að vinna og koma þak yfir höfuð á sig sem nú venjulega hjá mörgum bara eilífðar fjárfesting að setja raunur allt sitt bara í húsnæði og þannig hefur verið búið að fólki hér á Íslandi. Það hefur raunur allir sparnaði fólks verið í það. Þetta líka það æviskeið, annað æviskeið, þar sem að þú ert að raunveru að gera þig verðmætari til að selja tíma þinn öðrum og fólk þá gjarnan að allt sem það eyðir meira og minna prístundum sínum í að afla sér meiri menntun eða þekkingar til að verða verðmætara á vinnumarkaði. Og síðan þegar því æviskeiði lýkur og þá væri nú mjög heppilegt fyrir alla að vera komnir í höfn hvað varðar húsnæðismál því að það eitthvað að skelfilegasta sem til það eldra fólk sem að berjast á leigumarkaði eða
eða er ennþá að reyna að koma sér þar yfir í höfuðið og stór skuldugt, þessi skuldum fólk hefur lent í. Og þetta svona það sem að flestir reyna að vera komnir í skjól áður en fara á efri árin, því að flestir af okkur svona venjulegu fólki lendir í því að verða fyrir töluverðu tekjufalli við það að fara á 3. æviskeiðið. En það er reyndar líka svo æviskeið sem getur skemmtilegt, en ég var að tala núna Hvað veist þú það við að þú ert ekki gaman maður, þú ert bara... Nei, ég er í æfingabúðum, það er talað að ég er í starfsþjálfun sem eldri borgari. Ég verð sem sagt 67 ára á næsta ári og það er svona hinn opinberi eftirlauna aldur, þó að hann sé svolítið breytilegur eftir einstaklingum líka. En ég er svolítið umhugað þetta húsnæðismálin, því að ég kom á fund mín kona daginn sem að verður held ég 71 núna, eða var það núna í sumar. Hún kom til mín í vor og mjög áhyggjufull. Hún er búin að vera í ágætri stöðu, hún er ágætlega menntuð, en hún lenti í því í hruninu að missa íbúðina sína. Og henni var eiginlega stillt upp við vegg, hún átti íbúð með systur sinni. Og þeim var eiginlega stillt upp við vegg því að þær myndu missa og eða tapa 1 milljón á dag á þessari íbúð eða heldunni og seldan ekki. Þannig að þær þurftu að selja þessi íbúð og þá eins og margir aðrir á svona hrakvirði. Og eftir satt hún sem sett í sjálfu sér húsnæðislaus og skuldaði ennþá eftir að hafa selt íbúðina og búin að vera að berjast við að borga þessar skuldir og jafnframt því að vera á leigumarkaði. Hún er með alveg þokkalega tekjur en nú sá hún fram á það að fara á eftirlaun, sem hún er að vinna í svona millistjórnendastarfi hjá borginni og verður að hætta sökum aldurs núna. Og þá hrynja tekjurnar hjá henni og hún raun og veru þegar hún er búin að borga leigu á mánuði þá hefur hún svona cirka 160.000 til að lifa af á mánuði. Og þá er bara allt talið, lífeyrissjóður og það sem fer fyrir almannatryggingum og allt, að þá þegar hún er búin að borga bara húsaleiguna þá þarf hún að lifa á 160.000 krónum. En varst ekki að segja að hún hefði þurft að taka með sér einhverjar skuldir út Jú, úr þarna? Hún er búin að borga þær á síðasta. Og er hún búin að borga það? Það er ekki hluti af þessum 160 sem hún þarf að fara í það? Nei, þetta er sem sagt raun og veru aðal skuldbindingin hennar á mánuði er húsaleigan og þegar hún er að greiða hana þá er hitt til þess að lifa á. Svona bara fólk er að lifa, þarf að lifa á. Og hún var bara örvæntingafull, hvað yrði hana? Hvernig hún ætti að eiginlega leysa þetta mál, því að hún er komin á þann aldur, hún komin yfir 70, þannig að hún á ekki auðvelt með að vinna eitthvað með eða fá starf til þess að létta. Hún gæti samkvæmt þessum eftirlauna lögum almannatrygginga, þá gæti hún unnið fyrir 100.000 krónur brúttó á mánuði fyrir skatt án þess að það stelði tekjur frá almannatryggingum. En hún fær hvergi einu sinni vinnu fyrir 100.000 krónur á mánuði. Þannig að hún bara var í örvæntingu og spurði mig bara hvað á ég að gera. Og ég átti nú því miður bara engin svör fyrir hana. En þetta er sem sagt æviskeiðið sem að flesta hlakkar til að fara loksins á. Ég hlakka alveg óbúslega mikið til að vera eldri borgari, löglegur mjög gaman í æfingabúðunum. Því ég er búin að koma á staði að þetta æviskeið sem er þá 3. æviskeiðið, þá sé ég fram á að geta lifa allt öðruvísi lífi heldur en á öðru æviskeiðinu. Nú þarf ég ekki lengur að fara og á einhver námskeið bara sem að henta mínu starfi og gerir mig verðmætara. Ég get farið að læra eitthvað eða prófa eitthvað sem skiptir engu máli atvinnulega séð. Þetta er bara tómri ánægju. Og eitt af því sem ég er að uppgöta að hundurinn sem ég er búin að vera að fara út með mikið til stíldurækni í göngutúra, nú er þetta bara allt öðruvísi göngutúra. Það er bara ekkert ég að fara með hann. Það er bara hann sem er að fara með mig.
Þú ert búin að átta þig á því, það svolítið held ég hjá öllum bara, þú ert það þroskar, þú ert búin að átta þig á því, það hundurinn sem að stýra þessu. Já, hann að fara með mig og ég hef mjög gott að því og þess vegna þegar ég misti hundi minn í vor sem var komin á aldur þá bara fékk ég minn annan, bara til þess að það væri eitthvað sem færi með mig út. En þetta, svona sé ég efri árin, en á sama tíma ég að hitta fólk sem lifir raunveru í fátækt. Og það það skelfilegasta vegna þess að flest okkar sem svona, eins og ég segi, venjulegt fólk sem ekki þessi prósenta sem á mest á þjóðarauðnum, að við sem hefum verið í svona sæmilegum og þokkalegum kannski stað í lífinu, við sjáum fram á mikið tekjufall við að fara á eftirlaun og jafnvel fólk sem eins og þessi kona sem var að minnast á sem lenti í hruninu á svona skelfilegan hátt, að hún bara nægir ekki að hafa komið sér þannig fyrir að hún getur raunveru átt áhyggjulaust ævikvöld. Það bara ekki möguleiki í stöðunni og það bara engin stöð. Það bæði fólk sem hefur mist húsnæði eða hefur verið á leigumarkaði en það líka fólk vegna þess að lánin hafa verið til 40 ára þannig að það töluvert af fólki sem að koma með svona þokkarlega þunga greiðslubyrði yfir á eftirlaunaárin þegar að tekjurnar detta kannski niður í ég veit ekki, 300.000. Það þetta skelfilega, af því að okkur líka ætlað það einhvern veginn, að það einhvern veginn í Excel-stælinu þannig að það sé bara gert ráð fyrir að fólk geti lifað á nánast á loftinu margir hverjir og það svona samkvæmt tölum, þá svona cirka 6.000 manns raunverulega vel undir fátæktamörkum af eldri borgurum og það mjög alvarlegt mál. Og þetta fólk sem hefur bara eiginlega engin tök á því að rétta hag sinn, þau hafa, eldri borgarar hafa ekki verkfallsvopn, þau hafa raunveru enga samningsstöðu, þau eru ofurseld ákvörðunum stjórnvalda hverju sinni. Og ef við segjum, ef við lítum bara á hækkanir sem verða á eftirlaunum frá almannatryggingu, þá það eingöngu einu sinni á ári, það áramót. Og það hangir aldrei saman við launaþróun í landinu eða verðlag, þannig að það hefur orðið veruleg kjaragliðnun á milli þessa hóps og bara lægstu launana og sem betur fyrir að hafa lægstu laun örlítið hækka núna í þessari frábæru baráttu Eflingar núna á síðasta vetur og þar hefði verið gaman ef að eldri borgar hefðu fylgt því og þeir væru með minnsta kosti lágmarks laun, en þarna lágmarkslaun 335.000 fyrir skatt en eftirlaun frá almannatryggingum 256.789 krónur. Þannig að munar 80.000 krónum á mánuði. Og það munar og það engin að öfunda lægstlauna fólks á vinnumarkaði. Þetta þykir raunveru slagsmáleg laun fyrir hvern og einn en hinn þá bara enn verri. Það bæði hluti af eftirlaunafólkinu, hluti hefur það náttúrulega betur. Þetta minnum við 48.000 manns sem komin á eftirlaunaaldur og Haukur Alþórsson gerði svona einhverja úttekt á þessu átta sig á því hvernig svona tekjurnar voru skiptar og mér minnir hann hafi sagt að svona 60% af fólkinu það væri bara flókið fyrir það að ná saman og innan í þeim hópi væri síðan þeir sem væru bara raunverulega lifðu við fátækt. Þannig við getum kannski sagt að það væru vel yfir 20.000 eftirlaunafólk sem býr við sambærileg kjör og til dæmis öryrkjar sem nákvæmlega í þessu stöðu að geta ekki afla sér tekna fyrir utan það sem almannatryggingar skaffa. Eldri borgarar örlítið betur settir en öryrkja því leyti ef þeir fá vinnu þá ekki skerðingir svona sama. Öryrkjar búa við meiri skerðingar heldur en eldri borgarar. En á móti kemur að mikið af þessu fólki sem ég þekki og svona venjulegt bara launafólk, mikið af því sem komið og yfir 70 bara orðið slitið. Og við erum að tala líka fólk sem hefur verið bara svona millitekjufólk í gegnum sinn starfsaldur, að það sem hrapar mjög mikið niður því að skerðingarnar koma hvað harðast niður á því fólki. Þannig að maður þekkir fólk sem kannski með 170.000 og lífeyrissjóði, það bara skiptir engu máli fyrir það. Skerðingarnar það miklar að það ekkert betur sett og hafi lagt í þennan lífeyrissjóði gegnum allar sína starfsævi. Þá hann raunverulega bara tekinn af þeim.
Ég reiknaði fyrir mömmu, hún 80 að verða 89. Það fyrir heilt, hún var í mötuneytinu og rúfri. Ég skal skila því, en hún sem sagt borgaði frá lífeyrissjóðnum voru stofnaði 1970 og ég reiknaði það út að hún fær fyrir allt sem hún borgaði lífeyrissjóðs frá 1970 samt hún fer út af vinnumarkaði aldamótin, að þá fær hún 12.000 krónur meira heldur en hún ekki borgað í neitt lífeyrissjóðs. Og hún með svona rétt tæplega 300.000 á mánuði. Já. Og við getum velti fyrir okkur ef hún þyrfti að borga 2.000 krónur í leigu eða það er ekki hægt að lifa þessu. Fólk líka sem hefur verið að borga í lífeyrissjóði gegnum tíðina og sérstaklega á fyrstu áratugum lífeyrissjóðna á síðustu öld, að þeir lífeyrissjóði sem hreinlega bara gufuðu, þeir bara hurfu. Það er fólk bara, þeir lentu í einhverju fjárglæfurum hjá einhverjum sem að hafðu krumlurnar í þessum undarlegum eða veit ekki hvað, fólk veit ekki og svo Sameinuðu sjóðir, fólk getur ekki raunverulega rakið hvað varðum peningana þess vegna þess að það voru ýmsir sjóðir sem að Sameinuðu og öðrum og einhverjum ástæðum virðist vera bara lítil eftirtekja eftir að hafa lagt í lífeyrissjóðlindi, þannig að fólk misjafnlega heppið að vera í lífeyrissjóði. Viðar, ertu til að hinkra aðeins, næsti hlustandi eins og sagt hún Hallfríður. Við skulum heyra hvað hún segir og kannski vilt þú bara blanda þér inn í umræðuna það sem hún vill fara að ræða. Já, ég er búin að hafa mjög góðan tíma svo þess að þakka þér. Hallfríður, hvað segir þú? Já, ég bara þakka fyrir að fá að taka þátt. Hún svo sem frekar lítið verk fyrir mér þessum hugðarefnum Viðars, en ég hins vegar verið að hugsa svolítið undanfari bara svona á breiðari grundvelli samfélagið okkar og ætla bara að byrja á því að segja svo allra sanngirni sé gætt. Hér margt með miklum ágætum í íslensku samfélagi og við getum verið ákaflega stolt af mörgu og bara þökk sé þroklausri baráttu liðinlega kynslóð. Ég held að það sé eitthvað sem að við verðum bara að líka halda svolítið á lofti því það hefur engin réttindi það hefur engin réttindi dottið af himnum ofan, það búið að berjast fyrir þessu öllu af miklu móð. En ég verið að velta svolítið fyrir mér ákveðni engjan á íslensku samfélagi sem ég finnst alltaf banka upp á með reglulegu millibili eða bara kannski stöðugt og það þessi, ég veit ekki hvað að kalla þessi menningarlega einkenni á íslenskum, á Íslandi eða sem að það alltaf verið að bregðast við einhverju. Það er alltaf þetta reaksjón í staðinn fyrir að eitthvað sé proaktíft. Skiljið hvað á við? Að það sé hugsa fram í tíman og reiknað út. Það er engin geimvísindi til að sjá hversu margir aldraðir verða árið 2020, og núna stöndum við nánast eins og glópar frammi fyrir því að eitthvað sem engan grunaði fyrir 20 árum síðan að Íslands samfélag hefur tekið grundvallarbreytingum og það þar sem að mitt áhugasvið og vinna kemur inn í og það innflytjendasamfélagið Ísland. Það hefði engan, allra síst mig hefði órað fyrir því að árið 2020 byggi hér 60.000 manns af erlendum uppruna. 60.000, segja og skrifa. og Hagstofan segir okkur að það séu 50.000 erlendir ríkisborgarar og þeir geti bætt 10% ofan á og það svona frekar ökonómískar eða svona íhaldssamir útreikningar. Og það þessi 10% innihalda þá sem eru búin að fá íslenska ríkisborgararétt og afkomendur þeirra. En það nánast með fullar virðingu fyrir því góða sem gert hefur verið, að þá afskaplega lítil fyrirhyggja í gangi. Já. Og ég hef áhyggjur af þessu fólki sem að jaðarsett fyrir og hvernig því mun farnast. Við sáum það í hruninu að þá var almennt þegar atvinnuleysi toppaði, þá var það 9% á landsmælikvarða, það var 16% meðal erlendra starfsmanna og það fór upp í yfir 30% meðal Pólverja á höfuðborgarsvæðinu. Og það má alveg búast við því að við sjáum sömu tölur núna nema að þá kannski færist atvinnuleysið jafnvel yfir í sveitarfélög eins og minn
mínir æskustöðvar sem eru í Njarðvíkum, að þar 4. hver íbúi af erlendum uppruna. Og ég sé ekki fyrir mér að núverandi stjórnvöld hafi áhuga eða getu til að takast á við þau samfélagslegu verkefni sem fylgja þessu nýja fólki. Það eins og bara svona eitt dæmi sé tekið, það mjög takmarkað framboð af íslenskukennslu, fólk gjarnan að vinna í láglaunastörfum með samlöndum sínum, það akkúrat engin tækifæri til að læra íslensku og svo tala Íslendingar við innflytjendur yfirlega á ensku og ég veit ekki alveg hvað fólk að hugsa, hvort það heldur bara einn góðan veðurdag muni allir innflytjendur tala íslensku á móti, þið viti, ég veit ekki alveg hvað við erum að pæla, ég kannski bara svona að reyna að hugsa upp á og velta fyrir mér hvaða áskoranir við þurfum að tækla núna og í staðan fyrir að dæla öllum þessum peningum í flugfélagið Icelandair til dæmis og fá lífeyrissjóðina til að fjármagna það eða ferðaþjónustuna með fullri virðingu að þá hefði ég einhvern veginn viljað sjá miklu meiri peninga setta í nýsköpun og setta í verkefni sem snúa að jaðarsettum hópum í íslensku samfélagi. Ég ekki endilega að segja að ég sé mjög svörin að sæti þess að leggi hérna, en ég bara svona... Ég ætla að vera að spyrja þig eins og hvað, ég gerir það ekki. Ég ætla að spyrja þig eins og hvað, til þess að skilja betur. Já, ég held að sé bara hægt að búa til, ég meina við þurfum ekki að finna upp hjóli, Gunnar Smári, það voru alls konar verkefni í stóru kreppinu Vestanhafsgerð þarna hjá Roosevelt og sennilega var þetta leita fanga víða. En það sem ég reyna að segja það að setja peninga og þetta þarf ekki einhverjar skriljónir, ekki eins og þessar hítir sem að ríka fólki virðist alltaf, það þurfi það alltaf meir og meir. En ég segi alveg fyrir mér, hvað heldur þú til þess að 2-3 milljarðar myndu gera fyrir listafólk sem gæti komið með einhver verkefni þar sem virkjaðir væru kraftar inn í innflytjendasamfélag. Ég segi bara alveg heilan helvits helling. Má ég koma að inn í? Já, næst búin að biðja orðið, stuttinlegg. Ég með stuttinlegg, hún bara tvennt sem langar að koma inn á þetta. Ég algjörlega sammála Hallfríði og enda átti ég einhver æsku ár í Njarðvíkum eins og hún. Það bara öðrum tíma, hún svo miklu yngri ég. Og að það til dæmis Pálína Jónsdóttir hefur verið að reka mjög flott leikhús sem hún stofnaði núna í vetur með Pólverjum. Og alveg frábær sýning sem hún var með sem hét Policing Iceland eða Ísland Poliserað. Já, svona fáar með á pólsku. Og það var alveg frábær sýning sem hún var að vinna og það fjallaði pólska konu á Íslandi. Og hitt sem ég langar að koma inn á að það urðu svolítið tíðindi varðandi innflytjendur, eldri innflytjendur, því að það búið að vera mjög sorglegt dæmi og þeir hafa verið mjög hjásettir í íslensku samfélagi. Þetta eldra fólk sem hefur komið til landsins frá síðustu árum og það hvergi sjáanlegt í félagsstarfi eldri borgara, það meira og minna mállaust á íslensku og það bara ósýnilegt í samfélaginu. Þetta cirka 600 manns. Að þá kom sem betur fer voru samþykkt lög Alþingi sem voru í allar þessari málasúpu rétt fyrir lok Alþingis í sumar, þetta verið 29. júní, þá voru samþykkt lög sem varðar þetta fólk eftirlaunarétt handa fólki sem ekki búið að búa eins og tilskilið högst 40 ár á Íslandi. Þetta til þess að grípa þetta eldra fólk sem af erlendum uppruna og búið að vera hérna tiltölulega stuttan tíma. Þetta eru lög númer 666, heldur þessi kölluð, og þau voru gerð sérstaklega til þess að grípa þetta fólk. Og nú sem framundan raunum verið að koma þessum upplýsingum til þessa fólks og það kannski hængurinn að það stundum ekki nóg að segja A, það líka að segja B og C. Það ekki nóg að samþykkja svona lög, það þarf að koma þessum upplýsingum og hjálpa fólkinu til þess að öðlast þessi réttindi sem það á núna samkvæmt þessum lögum. En Viðar, þú komst inn og talaði svona máli hóp sem svona réttæflega 50.000 manns og svo kom Fríða og hún talaði
hóp sem jaðarsettur og veikstæður sem eru 50 til 60.000 manns. Og næstur á málaskrá Bára sem einn af helstu talsmönnum öryrkja á Íslandi sem hópur sem eru kannski 80.000 manns. Þannig að samanlagt eru þið, ég bara kann ekki að reikna þetta, ég held að þið séu þriðjungur þjóðarinnar sem hérna komið saman. Ég bara fyrstu 3 viðmælendunum. Bára, hvað viltu bæta ykkur við það sem þau hafa verið að segja eða viltu snúa tala eitthvað annað? Byrjaði á að unmjúta mig, ég fattaði það. Já, ég hef sko bæði innlegg í hluti sem hafa verið sagðir þarna undan og einmitt þetta sem þau voru að tala núna að það var talað það mikið áður en þetta byrjaði að það eru svona tímasetningar sem hafa verið settar inn í ferli til dæmis með hluti eins og notendastýrða persónulega aðstoð sem eitthvað sem að margir öryrkjar þurfa að halda á myndu í framhaldi verða virkari og geta gert meira í samfélaginu, það hefði rúllandi áhrif. Það eitthvað sem mitt eftir í huga væri snillt að segja bara, heyrðu, nei, ekki áramótin heldur núna, gerum það núna, fólk vantar vinnu. Þetta vinna sem að margir geta unnið, sumt af þessu vinna sem að flestir ólærði geta unnið, sumt af þessu eitthvað sem þú þarft að vera lærður við auðvitað, en ég meina það allavega mikið framlag af vinnu í boði þarna, það vantar fólk í liðveislu og ríkið hvort sem að borga fólk í laun í gegnum atvinnuleysistryggingar. Nákvæmlega. Þannig að það spurningin hvað ætti þetta fólk að vera að gera og þú ert að nefna eitt af því geti verið að stórefla þjónustu. Já, og liðveislu og allt þetta sem vantar sko, að því til dæmis bara í mínu hverfi alltaf öll svo þjónusta sem að ég fæ oft svona skilaboð, við samþykktum að fundi að þú hefur rétt að þessari aðstoð og svo fæ ég hann aldrei því að ég geti fjármagn til að ráða mannskjur í hana. Þannig að það mætti bara skoða það svolítið. En það sem ég langaði svolítið svona til að ræða þarna svolítið áhugavert, ég myndi að sjá hvað ég og hann Viðar eigum mikið sameiginlegt í sömu tölurnar, sama talan í fjármagn í laununum okkar. Það sama þetta með einmitt, við höfum ekki verkfalls rétt. Mér finnst fólki vera aðeins minna sama öryrkja heldur en eldra fólk en samt. Við erum með svona okkur vantar að ná að íta meira. Og ég svolítið ánægð með það að ég sá þarna frá verkalýst hliðinni að þau vilja draga láglauna og bótafólk inn með í verkalýðsbaráttur að það fylgi með. Það eitthvað sem þyrfti bara að vera að við værum í lágmarkslaunum og það væri bara ef það eiga að vera framfærslu viðmið, þá hljótum við að eiga að geta lifað. En það sem ég langaði kannski líka til að bara koma inn á að því ég er mjög góð í að tala mikið og lengi, að þá tók ég bara niður punkta á hvað að vera svona skilvirk einu sinni og að það sem ég fyrst kom hingað til að tala þetta í sambandi við smitvarnirnar. Að nú ég áhættu hóps einstaklingur og allt þetta og það slæri mig svolítið þetta sko kostnaðurinn sem að leggst á hvern öryrkja og einstakling við að verða sér úti þessar grímur og hanska og svo framvegis. Í apóteki þetta orðið alveg rosalegu kostnaður. Ég var svo heppin að hafa keypt mér margnota á sínum tíma. Það eru mismunandi skilaboð hvenær og hvort þú átt að nota það, hvaða grímur eru í lagi og hvaða grímur eru ekki í lagi og svo framvegis. Og það liggur við að mér langi til að vera með svona flagg þegar ég að ferðast í Reykjavík, takk fyrir að vera með grímu alltaf því ég sé manneskju með grímu, af því að ég labba inn í matvöruverslanir og sko, eða þurfti að gera það daginn og bara í kvíðakasti sko. Og svo tók ég þátt í öðrum hlutum daginn þar sem að var mikið talað fyrirfram hvaða yrði nú allt saman öruggt og frábært og það lá við í sætti svartan ruslapoka og sætti við hausin á mér og geti gött á einhver tímapunkti af því að það var svo algjörlega ekki synd. Við þurfum aðeins að minna okkur aftur á það hvað það er lítið sem við þurfum að gera í dálítinn tíma til þess að laga þetta aftur. Af því að við nennum ekki að vera heima hjá okkur
held ég áfram þangað til árið 7000. Ég held að hún langi alveg til þess að geta farið út að skokka og hitta fólk og svo framvegis. Þannig að mér langar svolítið svona til að minna fólk á að þegar ef þú ert ekki viss hvort þú ættir að vera að gera þetta, gerðu það þá. Þegar þú ert viss það, gerðu það endilega. En ef þú ert ekki viss það, gerðu það þá. Samt. Það var svolítið talað það núna meðal annars í þetta við Rauðaborðið þegar ég var að tala við Gylfa á föstudaginn og svo aftur við blaðamenn núna á mánudaginn, þá var við að tala ákvörðunina þá því í vor að opna landið og þá var bent á það að þetta var fyrst og fremst gert af frá kröfu ferðaþjónustunnar og Icelandair sem að þurfti á þessu halda til þess að geta farið í þessa fjárhagslegu endurskipulagningu sína. Og það var meðal spennt á það að hann liggur fyrir svona greinagerð á baku ákvörðun ríkisstjórnarinnar þar sem að svona 95% af textanum fer í því að lýsa stöðu ferðaþjónustunnar og ég held að það hafi verið Gylfi sem að sagði að það er galli við kerfið þannig að ferðaþjónustan með launaðan starfsmann sem að rekur áfram sína hagsmunabaráttu en hann nefndi síðan til dæmis framhaldsskólanefndur hafa það ekki og hafa líklega ekki talað við stjórnvöld en hvað með fólk eins og þig sem að í áhættuhópi og þessi pest sem að sumir láta eins og sé bara eins og hver pest bara sannarlega lífshættuleg fyrir ykkur og það er raunveruleg vá og eðlilegt fyrir kannski fólki í þinni stöðu að bara hugsa hana þegar maður vaknar á morgnana og velta því fyrir sér ef við bara byrja á því að nefna það að ég þekki 24 manneskjur sem eru búin að deyja beint af niðurstöðum COVID ekki innan landsheldur í Bandaríkjunum og hreinum pólitískum niðurstöðum 24 manneskjur persónulega þekki ég og það gerðist bara á 1,5 mánuði og gerðist mjög hratt við sjáum það greinilega í Bandaríkjunum hvaða við eigum ekki að vera að gera og við eigum að sjá það ennþá greinilega sem Íslendingar og höfum verið að gera hlutina rétt. Ég veit ekki hvar, ég er svolítið ánægð með þetta að þú mátt koma ef þú ert tilbúin til að bíða eftir niðurstöðu tests og sóttvarnar og svo framvegis. Þar er ég jákvæð fyrir því ef að þetta er gert á þeim grundvelli. En ég held í raun og veru að litla spækið sem að búið að vera að gera núna hafi miklu frekar haft eitthvað að gera með verslunarmannahelgi heldur en erlenda ferðamenn að því að ég hætti að horfa á stories á Facebook og Instagram og svo framvegis en þess að ég sá bara hrúur af fólki hrúur af fólki sem það getur ekki verið að allt þetta fólk hafi verið í rosalega nánu samneyti fyrir þessa helgi og það er þar á undan og ég veit að það er rosalega auðvelt að þetta er orðið svo fínt og þetta er orðið svo frábært en við þurfum aðeins að trekkja okkur í náttu, við þurfum að gera það ég veit ekki, við erum í svo góðri stöðu með að meta fólk sem kemur inn og ég vona að það sé tekið ennþá á þessum grundvelli sem að mér sem Íslendingum finnst rosalega hugreistandi að horfa á heilbrigðisstarfsmenn sjá þann part en ekki bara pólitíkusa. En auðvitað ég sá þetta með við ferðum sjálf innanlands sem jákvæðan hlut, við gætum bara í ferðaþjónustunni þar af stað með einhverjum 5.000 kalli og 20.000 kalli til öryrkja fannst mér að svolítið stór brandari en að öðru leyti ég veit ekki, við höfum allt í höndunum til þess að gera þetta öruggt við erum með góðar tölur þrátt fyrir pík sem að við vissum að myndi koma veit ekki hvort þetta er sápík eða hvort þetta er hrein afleiðing af hinu. Ég raun og veru þyrfti bara betri greiningu á tölum og svo framvegis til að skilja það. Þeir breyttu allt í einu útlitinu á COVID síðunni og mér langar bara að bæta við, ég er alveg búin eftir eina sekundu að það er, ég væri til að sjá betri út úr því og svo er eitt sem er stór skortur á fyrir fólk eins og mig í áhættuhópi. Við verðum oft mjög hálf þokukennd í hugsun og svo framvegis. Ef ég ætla að ákveða að fara út úr húsi núna, þá tók það mig einhverjar 20 mínútur að finna réttu
áhættustöðuna, réttu viðbrögðin, rétta dótaríið á einhverju réttari síðu, einhverju réttu PDF-skjali. Það þarf að skýra það, held ég. Eins og þú sagði með að koma upplýsingum til eldri borgara af erlendu grunni, ég held að þar feiluðu þeir líka í byrjun. En það er kannski það eina sem ég vildi bæta við þarna. Takk fyrir. Það komið nýr hlustandi en Fríða var búin að biðja orðið en ég gerði svona stutt innlegg. Ég skal reyna að vera stutt á hérna. Það sem ég tek undir með þið Bára og ég held að við berum öll hvert og eitt okkar ábyrgð í þessu. En ef það er eitthvað sem að, sko í fyrsta leið þannig búið sem betur fer, kvörtuðu Sólveig Anna Jónsdóttir sem að leiddi það, að það vantaði upplýsingaflæði til starfsfólks af erlendum uppruna og það er eins og ég meira segja, ég ætla bara að upplýsa það hér, ég talaði við mannustjóra Landspítala í vor vegna þess að þar voru upplýsingar til starfsfólks, alls starfsfólksins alltaf á íslensku og þá var stefnan bara svo að það töluðu allir íslensku á Landspítalanum og þyrfti ekki að þýða þessar COVID-reglur sem breyttust dag frá degi, þau áttu bara að fatta þetta og túlka svo hvert fyrir annað. En þarna kemur sko aftur í ljós að það er reaksjón en ekki proaktíft sjónarmið. Við verðum alltaf að reka okkur á þennan ágalla í kerfinu og ég held að ef það er eitthvað öðru fremur sem við getum lært af þessu fallandi heimsveldi vestanhafs, þar sem ég bjó annan í áratug og horfi með hryllingi á það sem er að gerast þar á öllum sviðum, að sko það hefur sýnt sig svo munar hvað það er skelfilegt fyrir borgarana að hafa ekki félagslega rekið heilbrigðiskerfi. Og ég held að það er eitthvað sem við getum lært af þeim og vera vitur að læra reynslu annarra, það er það að nú þurfum við virkilega öll sem eitt í þessu samfélagi að standa vörðum, ekki bara standa vörðum þetta félagslega heilbrigðiskerfi hér, heldur bara hreinlega að heimta það einkavæðingin stoppi. Þannig að við getum látið og skattleggja þessa auðmenn, þannig að við getum virkilega sinnt þeim borgurum okkar sem á hjálp þurfa að halda eins og öryrkja sem að sannarlega ekki hafa kosið að vera í þeirri stöðu sem þeir eru. Amen bara. Amen. Næsti hlustandi, Katrín Baldursdóttir, velkomin. Ég var að segja að Viðar stæði fyrir eitthvað 50.000 manns og Hallfríður á milli 50 og 60.000 og Bára fyrir rétt tæplega 20. Þú ert mikill verkalýðssinni og það eru 120.000 manns í ASÍ og kannski verið að taka eitthvað frá af erlendu starfsfólkinu hennar Fríðu en ég myndi segja að saman væri við núna komin upp í svona 200.000 manns. Þannig að þetta er svona 70% af þjóðinni. Það er verkalýðurinn, eftirlaunafólkið, öryrkjarnir og innflytjendurnir. Gjörðu svo vel, Katrín, hvað má bjóða þér að þannig? Já, þetta er akkurat það sem ég ætla að minnast á og það sem ég vil tala um í þessu sambandi er það sem er náttúrulega svo fáránlegt að þessi stóri hópur á sér enga málsvara. Þú veist, hvar eru fjölmiðlarnir sem eru að tala fyrir þessu hópa? Hvar stærstu fjölmiðlar landsins? Þetta eru fjölmiðlar sem tala fyrst og fremst út frá hagsmunum auðmanna og jafnvel glæpamanna í þjóðfélaginu. Og Þorsteinn Már til dæmis sem búin að kaupa sig inn á Sín sem á þvílíkt marga fjölmiðla, Sín fyrirtæki. Og þessir menn eiga ekki fjölmiðla til þess að græða þeim, þó þau græða okkur. Þessi menn kaupa þessa fjölmiðla, þó þau stór tapi á þeim, til þess að heila býtu, ég er að tala núna, Ég ætla að segja það sem hún settir á Facebook í dag með það sem hann gifti. Já, ok, ég fyrirgefur þetta. Að sem sagt að við erum hér í Sósíalistaflokki Íslands, ég er í Sósíalistaflokki Íslands og ég er málsvari, ég er að berjast hér í þessum flokki af því að ég vil vera að berjast fyrir hagsmuni þessa stóra hóp sem við erum að tala um hér. Og en hvað? Er Mokkin að tala fyrir þennan hóp? Er Vísir.is að tala fyrir þennan hóp? Er Fréttablaðið að tala fyrir þennan hóp? Er Stöð 2 að tala fyrir þennan hóp? Er RÚV að tala fyrir þennan hóp? Sjálfstæðisflokkurinn stjórnar RÚV. Stærstu fjölmiðlar landsins eru að tala máli auðmanna sem eiga þessa fjölmiðla. Við þessi 200.000 manns, við eigum enga málsvara. Það er við samstöðun, við erum að berjast eitthvað
og gerum vel og hérna, ég hef nú ekki verið þar að stjórna en ég hef komið svona inn og mér ekki enn sem komið það lítur að koma að því. Já, en sem sagt að svo verði ég að taka það fram að stundum rannsóknarblaðamennska í góðu gildi og það til dæmis hjá Kjarnanum og Stundinni og slíkum fjölmiðlum, en annars enginn að tala. Hvar verkalýðshreyfingin? Af hverju eru af hverju eftirlauna fólk ekki með öflugri fjölmiðil? Af hverju verkalýðshreyfingin ekki, af hverju hefur hún ekki með meiri völd? Með næstu því, sko, það ekki nóg með að það sé 100 og eitthvað þúsund í ASÍ, það eru ótal önnur stéttarfélög, þannig að hinnar vinnandi stéttir telja hátt í 200.000 manns eða meira. Og hvað? Engin völd. Eftirlauna fólk hefur engin völd. Þetta alveg svakalegt. Öryrkjarnir hafa engin völd. Þetta eru hópar sem alltaf að bregðast við. Þú veist, þau segja, ekki, réttindin okkar svo slæm og verkalýðshreyfingin, við erum að verja okkar réttindi, við erum að verja, af hverju sækjum við ekki fram? Hvað málið? Við erum heila þegin okkur einasta degi að samfélagi sem við lifum í dag sé besta samfélagi í heimi og við séum bara fáránlingar ef við höldum eitthvað annað, að kvótakerfi sé það besti í heimi, heilbrigðiskerfi, menntakerfi sé það besti, við erum heila þegin. Það ekkert að ske og það eins og verkalýðshreyfingin hefur sagt við mig og sagt, já við erum nú einstakt stéttarfélag og við erum nú með svona bækling fyrir okkar stéttarfélag og þetta eitthvað svona smottir í hér og smottir hefur ekkert að segja. Eftirlauna fólk, þetta eru kraftmiklir einstaklingar sem hafa verið áberandi í þjóðfélaginu fyrir, þetta eru kjarkað fólk, framsýnt fólk, en það hefur engin völd. Þá ég ekki að tala að völdin eigi endilega felast inn á Alþingi. Völdin geta verið annað. Við þurfum að hugsa dæmið upp á nýtt. Að umræðan innihaldi okkur meira. Sko umræðin og valdi. Það á ekki að vera hægt að taka eina einustu ákvörðun sem varðar hinna vinnandi stéttir, öðruvísina hinna vinnandi stéttir taki þátt í ákveða. Það á ekki að vera að taka eina einustu ákvörðun sem varðar öryrkja. Öðruvísina öryrkja þar hafi ekki bara umsagnarvald, heldur raunverulegt vald. Mér langar svo til að segja þarna, mér langar svo til að segja akkur þetta sem þú sagði með það með öryrkjan og þetta, þið munið eftir því ég get nú vísað í mitt blessaða klausturmál, þið munið eftir þegar þið ræddu það að þeir vildu nú helst ekki hafa öryrkja í öllum bæjarstjórnum og borgarstjórnum og svo framvegis. Ég var að ræða það við góða vinkonum minn daginn, ég held að það sé akkur stöðugt, við þyrstum að hafa öryrkja, við þurftum að hafa alla hópa, að það þurfti að vera skylda, bara að það vera fulltrúi stærstu hópana væru, jáfnvel ekki, þóttu væri ekki í nefndinni, að það væri bara til svona hópur sem væri bara, persónulega myndi ég vilja sjá það í hverjum einasta flokki, að það væri bara, það öryrki í efstu sætunum, það verkalýðsmanneskja í efstu sætunum, það eldri borgari í efstu sætunum, það erlendur einstaklingur í efstu sætunum. Að þegar við vitum það öll sem að höfum lent í einhverju svona detta eitthvað út úr kerfinu, að leiðu við dettum út úr því, að það áttum við okkur á því að við vissum ekkert það hver fyllilegt það að detta út úr því. Katrín, því að ég sá það bara að þau voru öll komin fremst á stólinn hjá sér og vildu bregðast við eldræðu þinni, þannig að mér langar að láta þetta ganga í tring og svo færðu orðið aftur og ef Viðar fengi að bregðast við því sem að Katrín var að segja og síðan Fríða og svo gef ég Katrín aftur orðið. Hvað þú segja, gjör svo vel við þar. Já, takk. Ég tek nú alveg undir orð Katrínar að varðandi þessa valdalausu stóru hópa í samfélaginu sem að hafa einhvern veginn hvergi afkomu að gnægta borðinu og það var kannski mest áberandi núna sem gerðist þegar svokallaðir lífskjara samningur var gerður á milli ríkisins, samtök atvinnulífsins og verkalýðshreyfingarinnar sem nú bara, þessi lífskjara samningur þá það sem áður var kallað þjóðarsátt. Og það var mjög skrítið að skilja svona marga eftir útundan þegar að koma því borði og þeirri sátt eða lífskjara samningi að þar voru hvorki öryrkjar né eldri borgarar með eða eftirlaunafólk
Svo var tíðin að verkalýðshreyfingin kláraði aldrei samninga við samtök atvinnulífsins án þess að taka á kjörum eldri borgara eða eftirlaunafólks. Enda eftirlaunafólk í dag fólki sem var í þessum félögum. Þetta fólki sem var í öllum þessum stéttarfélögum. Margir af þeim sem að berjast núna á vettvangi eldri borgara fólk sem var að láta heila hátt í sér í verkalýðsfélögunum. Núna þegar að fólk komið eftirlaun og hætt á vinnumarkaði, þá var eins og glati öllum fyrirréttindum sínum í félaginu sem það var í áratugum saman og byggðu upp, og það ekki einu sinni minnst á það þegar að kemur að svona þjóðarsátt sem kölluð lífskjarasamningur. Þetta utan hneyksli. Víða? Já, ég ætla alveg bara að fagna þessu innleggi Katrínar, mér finnst það alveg frábært og bara virkilegu kraftur í því. En ég kannski með spurningu hvort hún hefur Katrín velti fyrir þér, sko, hvar væri svona vænlegast að finna, búa til þennan vettvang. Mér finnst ég hafa upplifað sjálf, sko, hafandi verið svona pólitískt aktív, ekki endilega flokkspólitískt, heldur bara aktív, síðan bara stöðugt síðan í hruninu. Og það búin að vera hér óteljandi mótmæli á Austurvelli og víðar. Og það mikill hiti í fólki og svo dettur allt niður. Og svo blásið til næstu mótmæla og við mætum niður á Austurvöll og við erum óánægð og svo dettur allt í dúnalogn niður. Okkur hefur aldrei, ég veit ekki, hugkvæmst að búa til eitthvað, sko, bakland eða appar, ég veit ekki eins og hvernig eitthvað svona network sem að tæki boltan þar sem við værum, sko, organiseru. Ég held að vanti alveg svakalega hjá okkur eitthvað að vera, sko, skipulögð saman. Þannig að við getum brugðist við þegar eitthvað gerist og ekki bara brugðist við, ekki fallið þessa eilíðar gildru, þessa klassísku íslensku gildru að vera alltaf að bregðast við, heldur horfa fram í tímann og segja, heyrðu, við viljum fá svona samfélag þar sem að hlúðir að þeim sem að minnst meiga sín, hvort sem það eru öryrkjar eða eldri borgarar eða jaðarsett fólk á einn eða annan hátt. Og til þess að komast þangað þá verðum við að gera A, B, C, D, E, F, G og fá sem flesta með okkur. Það líka, ég held að fólk sé svo dofið, þú veist, það sér ekki alveg tilgangin í svona starfi vegna þess að það sér ekki sama sem merki á milli þess að taka þátt í einhverju svona starfi og því að það skili einhverju. Það er kannski þetta hákapitalíska instant gratification, instant lausn á öllu sem við búið að venja okkur svo mikið við. En þetta tekur tíma. En Katrín, hvar eigum að byrja, elskan mín? Já, þetta bara mjög gott því að Katrín lagði fram til hvað og það var bara samþykkt hvað. En þá kom spurningin hvernig. Og Fríða var með það hvernig, Katrín. Já, hvernig? Ég alveg með svar við þessu. Ok. Já. Þetta velkist ekkit í vafa mér. Ég búin að stúdera verkalýðshreyfinguna bæði af áhuga og skrifaði hana mastersritgerð og allt saman. Þannig ég bara líka alin upp í verkalýðshreyfingunni. Þannig að ég með einfalt svar við þessu. Við þurfum að nýta stéttarfélögin. Ástæðan sú, og ég skal rökstyðja það, ástæðan sú að þar það skipulag sem þarf að vera fyrir hendi. Það rosalega, íslensk verkalýðshreyfing alveg ofboðslega vel skipulag. Skipulagsheild sem hefur allt til alls, getur boðið upp á allt, getur boðið upp á húsnæði og ekki síst fjármagn. Íslensk stéttarfélög, og ég veit þetta að því ég hef starfað fyrir þau og þess vegna ég með þetta beint af kunni, þau eiga sérstaklega þau stærstu alveg ofboðslega mikið af peningum og svo mikið af peningum að þau vita varla hvað þau að gera við það. Ég veit þetta, sko. Þau eru nefnilega misjöfn, þessi minni náttúrulega kannski eiga ekki eins. Og ég skil ekki og hef nú fengið ávítur fyrir það innan hreyfingarinnar eða fyrir þau stéttarfélög sem ég hef starfað fyrir. Ég skil ekki af hverju ekki hægt að nýta þessa peninga meira í þágu hinna vinnandi stétta með því að berjast meira fyrir
fyrir fólki, innan vinnandi stéttir, til þess að hafa meiri áhrif í samfélaginu. Það að segja að verkalýðshreyfingin beiti sér fyrir því og nýti öll þau úrræði sem hann hefur sem ótrúlega mörg til þess að tryggja þetta vald. Eins og Viðar sagði áðan, þá var eftirlaunafólk og öryrkjar og fleiri hópar spurðir hérna í gamla daga, áður en að gengið var frá samningur. Þetta ekki lengur og það á að sjálfsögðu að vera skilyrði, vegna þess að eftirlaunafólk er fólk sem allt hefur þrælað sér út á vinnumarkaði, alla sína hunds og kattatíð. Öryrkjar, flestir öryrkjar eru öryrkjar vegna þess að þeim hefur verið þrælað út á vinnumarkaði. Margir vegna kulnunar og álags á ýmsum toga og þar eru konur í meirihluta. Og hvaða, núna til dæmis, ég var bara að koma úr Sundi, þar hitti ég nokkrar konur sem ég þekki, sem eru 60 ára og eldri, nei 60 og eldri, sem þeim hefur verið sagt upp störfum og það er bara alvaran og það fá hvergi vinnu. Munu ekki fá vinnu. Ég veit að vinnumarkaðan tekur ekki við konum, sérstaklega ekki konum og líka ekki körlum sem eru komnir yfir jafnvel 55. Og þetta er jafnvel fólk sem hefur aldrei starfað nema í einni starfsgrein. Og þetta fólk er að hrúast út núna på að segja þessu upp hægri vinstri og svo fá þeir 3 mánaða launatengdar atvinnuleysisbætur og síðan rétt fyrir jól þá bara strippast allt, fólk á ekki fyrir leigunni, fólk á ekki fyrir afborgunum húsnæðinu, ekki fyrir jóla, ekki mata fyrir jólin og svo framvegis. Þetta er staðreynd og þetta þurfum við að breyta. Ekki til þess, svarið er ekki endilega að fara á þing. Það er allt og narró hugsun, það er allt og þröng hugsun. Svarið er að breyta þessum valdastrúktúr. Má ég bæta einu vegna aldursfólk sem að missi vinnu? Er ég með orðið? Ágæsverð. Þetta er alveg rétt sem Katrín segir að þetta, þegar syrtir þá missir fólk gjarnan sem komið yfir miðjan aldur, bæði kallar og konur og eftir því sem er eldra á vinnumarkaði þá það síður sem það fær vinnu og þá þessi skelfilega staðreynd með atvinnutryggingarsjóð að þar hvað á fólk að gera þegar það missir vinnu kannski 60 og fær enga vinnu, það hefur rétt þar í 2,5 ár. Þá það 62,5. Þá hefur það ekki rétt á að fara á eftirlaun. Hvað á fólk að gera og hvers vegna þegar svona akkur þetta ekki aldurstengt atvinnuleysisbætur að fólk sem komið á þennan aldur og útséð með að það muni ekki geta fengið vinnu að það hafi lengri rétt þar til að kemst á eftirlaun. Og strípaðar atvinnuleysisbætur eru lægri upphæðir sem að þú nefndir sem eru lægstu. Nei, það eru hærri. Ef þú ferði bara minnstu atvinnuleysisbætur. Það eru 290.000 í dag. Svo það rennur út. Nei, ég er að tala það er strípuðu. Já, þegar þú segir til sveitar að þá ertu komin niður í, ég man ekki hvort það sé 160.000. 200.000, þá ertu komin líklega 160.000 fyrir skatt. Ég talaði við mann fyrir bara nokkrum dögum í einhverju af mínum spjöllum þar sem við vorum inn á öryrkjaráðinu sem þáttur sem hérna líka. Hann sagði við mig að atvinnuleysisbæturnar sem að hann datt niður á hefði verið 196 og síðan datt hann niður eitthvað þegar hann fór niður á félagsbætur. Fyrir utan það líka þegar þú kemur inn á þessar bætur af segjum öryrkjabætum eða öðru að þá færðu þær ekki heilan mánuða þegar þú ert með of háar tekjur vegna þeirra tekjuviðmiðs. En mér langaði einmitt að segja bæði þarna erum við að tala einmitt aðgengi að vinnu að því að þetta það líka alltaf verið að segja fólk að öryrkjar eigi að fara í einhverjar litlar vinnur og svo framvís og þær eru ekki boði heldur og þarna eru endalaust tækifæri ef við erum að horfa á það líka hvað erum við að gera hérna í gegnum Zoom? Við erum að gera hvílíkar vinnu sem við erum núna að gera í fjarvinnu og það er greinilega búið að uppgötva það sem allir öryrkjar og aðrir vissu að það var alveg hægt að búa til vinnuaðstæður fyrir fólk sem ekki getur bara hlaupið 20 stiga og svo framvegis. Og
og þetta sko, þetta einmitt eins og hún sagði með þetta, við erum alltaf að bregðast við. Það svo margir algjörlega augljósir stórir gallar í þessu kerfi okkar, þar sem fólk hoppar á milli, ef þú kemur af fæðingarorlofi og varst ekki að vinna í skóla á undan, þá hefur ekki rétt á neinum bótum ef að makiðin getur tekið lán og eitthvað líka fyrir að bulla vitleysa. Einu sinni var mér boðið 27.000 krónur á mánuði til að redda mér af því að ég var að koma af bótum þar sem ég hafði ekki verið í vinna á undan og hafði þess vegna ekki verkalýðsfélag til að borga með mér í sjúkradagpenningum. Af hverju ekki verið að bjóða öryrkjum það sama sem að verkalýðsfélagin verið að bjóða að þau geti fengið borgað niður námskeið og svo framvegis. En þetta einmitt svo sterkur punktur að við vitum af öllum þessum götum, þau eru þarna, þau eru búin að vera hana endalaust. Þetta ekki eins og við séum eitthvað úps, það eina sem gerist það verður svona spotlight á þau leið og við sem sagt, eins og COVID, það búið að vera svona stór spegill á öll vandamál allstaðar. Bandaríkin náttúrulega fóru algjörlega til næra alveg, en við erum að sjá hér líka þetta. Og það þyrfti bara, ég veit ekki alveg, að því við erum tvær þjóðir, við sjáum það alveg, við erum með tvær þjóðir, við erum með fólkið sem þetta reddast allt saman hjá. Það allt í lagi. Við þurfum að bjarga þessum stóra fyrirtæki og þessu stóra fyrirtæki og þessu stóra fyrirtæki, þrátt fyrir að þau hafi öll efnaði að borga sínum forstöðumönnum arð og alls konar dótari og það ekkert vandamál. Þeir eiga greinilega enga peninga samt sem áður og við greinilega setjum í þessari stöðu aftur og aftur að það nennir enginn að rífa upp þetta rotnandi gólf sem að liggur undir hjá okkur. Við settum upp kerfi þegar það var það voru þeir sem voru menntaðir og ekki menntaðir í gamla daga þegar þetta kemur upp og þetta kerfi ennþá þannig, við erum bara eins og þú sagðir á sveitinni, mér finnst það svo gott að setja það, við erum fólki sem er á sveitinni og svo það hinn almenni borgari sem á að smyrja á að borga allt saman með því að borga skattana sína og vinna og svo það hinn sem græða á þessu. Og við eigum að geta í svona aðstöðu sagt bara ef þú ert þetta vel stattur, þá bara sorry, en þú byrjir í þjóðfélagi sem að þarf aðstoð og bara ég veit ekki hvort það væri hægt að búa til eitthvað þar sem ég getur klappað sér á baki fyrir það og myndu þess vegna gera það, en það þetta er svona fáránlegt hvað það er stór listi af þessum hlutum sem eru svo innilega augljósir, en að því við erum ekki nákvæmlega eins og segir við borðið, að þá er enginn sem gerir þessa innilega augljóslu hluti. Fríða, þú ert að biðja orðið? Já, mér dettur í hug það sem þú settir í dag inn einhvers staðar Gunnar Smári sem að mér þótti ákaflega athyglisvert og setjandi það í samhengi við það sem Katrín er að segja hér að það er sama þróun á Íslandi og Vestanhafs og víða annars staðar á Vesturlöndum þar sem einhverjar auðkýfingar eru búin að kaupa upp alla fjölmiðla og þeir hafa ekki keypt á upp, þá er eins og þeir hafi með fullri virðingu eins og Ríkisútvarpið þorir ekki yfirleitt í þessa kalla. Bara því miður. Þannig að ég var að velta fyrir það sem þú settir inn þetta með víetnamska eða malasíska auðmanninn sem er orðin eigandi að Íslandshótelum sem að fékk fyrsta fyrirtæki sem... Já, ég setti mynd af honum að því að loksins kom fyrsta brúarlánið eftir 411 daga og það var til þess að bjarga eignarhaldi Vincent Tan á Icelandic Hotel. Það meðast bara rétt að þið fengið alltaf að sjá mynd af honum. Já, ég veist þetta mjög sætt hjá þér, en á sama tíma, í fullri alvöru, þá velti ég fyrir mér, hver tekur þetta, hvar mótspyrnan, hvar er andstaðan við fjáraustri skattborgarana í einhverja erlenda auðkýninga eða innlenda. Og þá segi ég bara, Katrín, Gunnar Smári, þú átt heiður skilin fyrir þessa frábæru, fréttastofu eða fjölmiðla vettvang. Ég ekki einn, það nú Bári nú með sinn þáttina líka. Ég held að sé bara alveg frábært að fá samstöðuninn vegna þess að það sýnir okkur líka að það er hægt að tala öðruvísi heldur en þessir hefðbundnu fjölmiðlar hafa gert.
ég held að það sé bara í sjálfu sér ákveðin nýjung fyrir fólk á Íslandi að það sé hægt að tala án þess að vera alltaf að tipla á tánum og passa það að halda Kristjáni Þór góðum og Þorsteini Má og öllum þessum gæjum. Þannig að ég spyr bara hver ætti verkalýðshreyfingin til dæmis, Katrín, að taka þetta mál nú og segja hei, halló, hvað í gangi hérna? Viljið ekki gera grein fyrir þessum lánveitingum eða ekki nær að setja þetta í heimamenn? Og af hverju eru þessi peningar allt í einu til núna en ekki þegar það var nauðsyn fyrir þá fyrir einhvern annan fyrir nokkrum vikum þegar við vorum að ræða það hvað allir var á haustum? Já, af hverju fær Bára ekki ríkisábyrgð til þess að kaupa sér litla íbúð ykkur staðar? Já, sko, þetta er bara sama. Svaraðu því, Katrín, svaraðu því. Já, ég að svara því. Ég svara því. Í fyrsta lagi vegna þess að, við skulum byrja á byrjuninni. Í fyrsta lagi vegna þess að þessar störyrkjar og aðrir hópar í landinu sem stærsti vegna þess að það svo fáránlega hugmynd í gangi að þetta fólk eigi bara við, þessi stærsti hópur þjóðfélagsins, ég meina, eigi bara að bregðast við, sko, því að það séu einstaklingsframtakið frelsi manna, eins og Sjálfstæðisflokkurinn boðar, frelsi manna til að græða eins og þeir vilja. Og síðan það hefur það þróast náttúrulega upp í fákeppni og allt þetta sem algjörlega andstætt því sem þeir boða sjálfir. En allavega, við trúum því ekki að við getum þetta. Það þessi vanmáttur í gangi og það svo mikið ofboðslega sorglegt bull því að við erum herinn. Við erum herinn. Þú veist, hvað hægt að eiga í okkur ef við raunverulega beitum okkur? Það ekki neitt. Þeir eiga ekkert í okkur, ekki neitt. Þannig að ef verkalýðshreyfingin fer að hugsa þetta upp á nýtt, ef að eftirlaunafólk hugsar sinn þátt upp á nýtt, ef að öryrkjar hugsa sitt hlutverk upp á nýtt og sína innkomu inn í valdastrúktúrin og sama með innflytjendur, það verkalýðshreyfingin sem getur gert þetta. En þessir hópar sem utan verkalýðshreyfingar eins og eftirlaunafólk og öryrkjar, kemur það reglulega til tals, svona þegar að vera að líða kosningum, svona þegar eitt árið kosningar og byrja núna, að eftirlaunafólk að velta fyrir sér, ættu við ekki bara að stofna flokk, við erum 48.000 og gætu það ekki kannski eitthvað leið til þess að hafa einhvern áhrif, því að við höfum engin áhrif, við erum til hliðar í stjórnmálaflokkunum, við erum til hliðar í verkalýðshreyfingunni. Þetta eðlilegt að þetta fólk velti þessu fyrir sér. Sko, þetta partur af þessari þröngu hugsun sem í gangi. Vegna þess verkalýðshreyfingin, eins og við vorum að segja áðan, hún hefur tekið inn í sitt starf hagsmuni eftirlaunafólks og öryrkja. Það hefur verið þannig. Og það að bjóða fram alltaf, það svo mikið bull, því að það yfirleitt hverjir eru þessum stjórna þjóðfélaginu í dag, leynt og ljóst. Við vitum að það eru stórútgerðarmennirnir, við vitum að það eru auðmennirnir, við vitum að stjórnmálamenn og alþingi, þeir hafa raunverulega ekki völdin þegar að vel gáð og auðvitað skiptir það máli fyrir málstaðin að vera með þingmenn, en það sterkasta vopnið að skapa þannig völd þessara hópa að það sé ekki hægt að taka einustu ákvörðun. En þá er með eina spurningu til Viðars. Ef við trúum Katrín, og það mjög erfitt að gera það ekki þegar hún svo ákveðin í og skýri því svona þessi. Að þú kannast við þessu umræðu, að þegar það fara að líða kosningum eigum að fara að bjóða fram og þá svo rís upp ykkur hópur áhrifamann innan hreyfingar sem nei, við skulum fara á hver áhrifin í sínu flokki, en það komið í ljós að við sjáum það bara á þingliðinu, ég held að það sé bara einn sem var komin árið 67 ára sem var kosið síðast, og meðan það ættu kannski að vera 10 meðan við atkvæðamagnið. Ef við hlustum á þess að Katrín segir, þá ætti kannski að segja, ætti eftirlaunafólkið að segja, nei, við skulum hvert fara inn í okkar stéttarfélag og við skulum knýja á að við höfum völdin í okkar félagi og þaðan munum við sækja áhrif í samfélagi. Hvað séu þetta? Ég held að geti bara ráðist á allar helstu valdastofnanir þjóðarinnar. Það er ekki eitt sem útilokar annað.
Og mér finnst Hvað finnst þér? Vilt þú fara í framboð? Eftirlaunaða framboð? Finnst þetta góð hugmynd, Viðar? Ég held að 48.000 manns muni ekki búa til málefnaskrá sem allir geta verið sammála nema betri kjör til eldri borgara. Ég held að þetta fólk eigi raun og veru ekkert sameiginlegt, þetta fólk á öllu rófinu bæði í þjóðfélagsstöðu og tekjum, en ef einhver hópur vill leggja þetta á sig og herja á Alþingi, þá það fínt. Ef einhver annar hópur vill taka verkalýðshreyfinguna og í nefið, þá það fínt. Ef ákveðin hópur vill dreifa sér inn í alla stjórnmálahreyfingar sem fyrir eru og krefjast valda og hætta að vera puttudúkkur einhvers staðar neðarlega á framboðslistum, þá það fínt. Ég finnst gott að herja að úr öllum áttum, það engin ein aðferð absolutt rétt, en þar gætu allar hjálpa til ef það gerð árás úr öllum áttum, þá getur sá sem gerðir árás á hvergi varði sig. Ég held að það sé ein leiðin. Ég held að ég vil ekki hafa vit fyrir einum eða neinum á þessum 48.000 hvernig þeir eiga best að haga sinni baráttu. Ef einhver tilbúinn, og ég vona það, að leggjast á árarnar, þá mega skipin koma úr öllum áttum með fólk sem sterkt á árum. Viðar, mér langar aðeins að segja til dæmis við þetta. Hvernig stendur á því að stéttarfélögin í landinu eru ekki að grípa þetta fólk sem núna að missa 60 ára pluss, að missa vinnuna? Hvernig stendur á því að verkalýðshreyfingin er ekki búin að skapa það umhverfi að það sé ekki hægt að koma svona fram við þetta fólk? Flest þetta fólk hefur ekki gert neitt af sér, það hefur ekki brotið af sér, það hefur ekki komið á seint í vinnuna, það hefur ekki orðið veikt mikið, það bla bla bla, það hefur alltaf staðið sig. Af hverju verkalýðshreyfingin ekki það sterk að þetta bara kemur ekki til greina? Nei, ég að segja það. Þú ert hér, þú hefur verið fulltrúi fyrir eftir þessari spurningu. Ég var að kvarta yfir því áðan að verkalýðshreyfingin hefur sleppt hendinni af öllum félögum sínum, leiður þegar við komin á aldur. Þeir eru loka risastórum sáttmála við samtök atvinnulífsins og ríkisvaldið og allir þessir aðilar, verkalýðshreyfingin, samtök atvinnulífsins og ríkisstjórnin gleyma eldri borgurum og öryrkjum og þeirra sem minna mega sín og það allir að takast í hendur þvers og kruss, glaðir og sáttir með þetta en gleyma stórum hluta þjóðarinnar. Þeir nánast gleyma þessum stóra hópi sem hann taldi upp þegar hann lagði saman þá sem við vorum svona að tala máli, Hallfríður, ég og Bára. Og svo bætti ég Katrínu við með því að taka inn láglaunafólkið. Þau kalla þetta þjóðarsátt og þau kalla þetta lífskjarasamning. Við skulum kalla þetta. Mér langar að bæta ef ég má bara pínlítið. Bara örstutt af því að við erum komin langt fram með tímann. Mjög stutt. Ég er algjörlega sammála því sem þið hafa verið að segja en það sem ég held að þurfa að hugsa hérna að það sem gerist alltaf það að við byrjum öll að rífast við hvort annað smátitlinga. Svona smotterí-dótterí. Við þurfum utanfráþrýsting sem eru þessi stéttarfélög og svo framvegis. Við þurfum innanfulltrúa einmitt af okkar dæmi hátt á listum og við þurfum öll að draga upp internetið okkar og googla hlut sem heitir intersectionality sem heitir að hver minnihlutahópur ítir hinum upp þegar hann þarf sína aðstöðu ef við vinnum öll eftir intersectionality kóðanum eða slíkum þá gætum við gert svo hroðalega mikla hluti hérna á Íslandi. Þeir eru ótrúlega góðir í að tróða smjörklípunum í kattafeldin og fá okkur til að fara og rífast það og við þurfum bara að fara af stað með nei, við viljum velferðarkerfi, skóla og heilsukerfi í lagi og svo megum við ræða allt annað. Í velferðarkerfinu öryrkjar og eftirlaun líka. Kannski framfæstu svo að við eigum fyrir fæði, klæði og húsnæði. Ég átti við að það inn í því tel ég mitt fél og öryrkja og eldri borgarar og slíkt. Þetta verða að vera lokaorðin, við erum komin, þetta búið að vera langt og gott samtal við ykkur. Það gaman að þetta orðið merkilegt að við getum bara opnað hér eitthvað á Facebook og allt í einu komið þjóðarsálina í sjónvarpi á Facebook og hér mætir bara það sem ég kalla þátt
gleymdi meirihluti. Það aldraðir, öryrkjar, innflytjendur og láglaunafólk sem samanlagt telja svona 200.000 manns, eru 70% fullorðinna. Og við erum ekki með BSRB inn í þessu eða kennarasambandi og alls konar valdar þessar hópa þar til viðbótar og þetta náttúrulega eitt af undrum samfélagsins að hvað samfélagið ekki rekið með hagsmuni meirihlutans að leiðarljósi, heldur hagsmuni örfára. Þannig að ég þakka ekki kærlega fyrir að eiginlega opna augum mín fyrir þessu og vorandi einhverja hlustenda. Þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt og ykkur sem að voruð að hlusta, ég þakka ykkur líka kærlega fyrir. Á morgun verður rauða borðið með svona hefðbundna sniði, það byrjar klukkan 8, þá verða hér gestir að ræða eitthvað. En í næstu viku á miðvikudaginn, þá skulum við haldið svo áfram að hafa bara open mic eða það sem hver sem getur komið hingað inn og bryttað upp á okkur. Það kemur alltaf eitthvað gott út úr þessu þáttum og öðruvísi heldur en að þætti sem ég reyna að smíða saman þess á milli. Takk aftur og ég allir sem vandræðum að því að þátturinn svona 9, ég veit aldrei hvort ég segi gott kvöld eða góða nótt. Nei, ég segi bara gott kvöld. Takk fyrir.